Írisi Lind Sæmundsdóttur, gjörðu svo vel. Kæra þakkir, formaður, ráðsfulltrúar og aðrir sem á mig heyra bæði hér í salnum og áhugasamir á netinu sem fylgjast með okkur. Eins og Salvör sagði þá er ég komin hér til að kynna afgreiðslu okkar eða sem tillögu nefndar sé á tilteknum breytingum á kafla utanríkismál. Hann var fyrst tekinn, eða sem sagt hann var lagður fram til kynningar hérna fyrst á 11. fundi okkar í byrjun júní og tekinn svo til afgreiðslu á tveimur fundi, eða sem sagt 13. fundi og að auki var hann svo ræddur hérna á síðasta fundi okkar 1. júlí síðastliðinn þar sem að við gerðum og samþykktum nokkra breytingar á orðalagi kaflans inn í áfangaskjal. Og nú er hér enn á ný komin fyrir hönd nefndarinnar vegna tiltekinna breytingatillagna sem við leggjum til meðal annars og einkum með hliðsjón af ábendingum sem hafa borist frá síðasta ráðsfundi og við teljum rétt að bregðast við. Sumar þessara breytingatillagna varða í rauninni bara beint þau athugunarefni sem við höfðum áður upplýst að við vildum láta skoða nánar og fá álit sérfræðinga eða fræðimanna eða ef því er að skipta á og fengum þær. Aðrar breytingartillögur sem við gerum koma til viðbótar og horfa til bóta fyrir kaflan í heild sinni að mati okkar og við teljum að hér sé ekki stórvægilega breytingar á efnislegu inntaki kaflans í heild sinni. Nú, með hliðsjón af þessu þá ætla ég að reyna að taka hér eins stuttan tíma og ég get og snerta aðeins á inntaki þeirra breytingatillagna sem við erum að leggja til og önnur atriði þá vísa ég eins og áður í skýringar með kaflanum sem hafa fylgt honum frá upphafi og þau orð sem hafa verið látin falla með kynningum okkar og umræðum kaflan og fyrri fundum. Svo langar mig að vekja sérstaklega athygli á því líkt og Pavel gerði að við erum að vinna að greinargerð sem verður endanleg og mun liggja fyrir þegar að þessi kafli fer inn í frumvarpsferlið og vil þá sérstaklega vekja athygli ykkar á því að þar munum við taka tillit til einstakra efnislegra athugasemda ráðsmanna sem hafa borist við ýmis atriði í greinargerðinni. Nú svo ég víki að breytingatillögum okkar, þá byrja ég á 1. grein. Það er að finna eins og áður hefur verið bent á almenna reglu handhöfn og meðferð utanríkismála og að auki er þar fjallað samspili milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds í þessum efnum. Við leggjum núna til 2 breytingar á greininni. Í fyrsta lagi leggjum við til að orðalag síðari málsliðar í 1. grein breytist. Hann hljóðar nú svo: Forseti Íslands kemur fram fyrir hönd ríkisins sem þjóðhöfðingi og fylgir þeirri stefnu. Tillaga okkar nú er að málsliðurinn hljóði svo: Forseti Íslands kemur fram fyrir hönd ríkisins sem þjóðhöfðingi í samræmi við þá stefnu. Að mati stærsta hluta nefndarinnar þá er að ræða mildara orðalag en fyrra orðalag var og er þar tekið mið af ýmsum áhyggjum sem menn hafa haft hér í ráðinu að fyrra orðalag kunni að vera of gerræðislegt og að auki er litið til þess að breytt orðalag sýni embætti forseta Íslands og því lýðræðislega umboði sem það hefur meiri virðingu en hið fyrra sem að vissu leyti er ákveðnara en nú er lagt til. Það er þó ennþá ætlun okkar að eiga við, að ákvæði eigi við það að forseti og það sé ætlast til að forseti eigi almennt að flytja sömu skilaboð á sviði alþjóðamála og ríkisstjórn og þing hafa mótað fremur en að tala í bága við hana.
Breytt orðalag á hins vegar að gefa það til kynna frekar að forseti getur að sjálfsögðu, kjósi hann svo, kosið að tjá sig ekki síðan verulega mótfallin umræddri stefnu eða einstökum þáttum hennar. Og þá til í rétt að það sé sérstaklega áréttað að málsliðurinn á auðvitað sérstaklega við ef er að ræða umdeild mál eða þjóðréttardeilu sem Íslenska ríkið á aðild að. Og svo ég víki næst að umfjöllunum 3. málsgrein 1. greinar, en í áfangaskjali hún svohljóðandi: ákvörðun stuðning við hernaðaraðgerðir skal háð samþykki Alþingis. Lagt til að hún verði svohljóðandi: ákvörðun stuðning við aðgerðir sem fela í sér beitingu vopnavalds, aðrar en þær sem Ísland skuldbundið af samkvæmt þjóðarétti, skal háð samþykki Alþingis. Breytingi felur í fyrsta lagi sér breytta hugtakanotkun og vísa ég þar til beitingu vopnavalds í staðinn fyrir hernaðaraðgerðir. Og við fengum ábendingu frá sérfræðingi sem hefur ákveðna sérþekkingu á sviði þjóðaréttar og þá einkum á því réttarsviði lítur að hernaðaraðgerðum eða átökum og aðgerðum þar sem beiting vopnavalds kemur til. Og þar litið til þess að breytt orðalag taki betur mið af hefðbundnu orðalagi á þessu réttarsviði fremur en hugtaki hernaðaraðgerðir. Og þar vísa í dag, eða í þjóðarétti dagsins í dag og einkum þeim lítur að vopnuðum átökum, þar almennt notast við orðalagið beitingu vopnavalds. Og það talið heppilegra með vísan til þess meðal annars að hernaðaraðgerðir ekki skilgreint lagahugtak, hvorki í íslenskum rétti né þjóðarétti. Og það gæti valdið ákveðnum vandkvæmi framkvæmda að halda því inni og það því til að okkar að breyta þessu til að koma í veg fyrir vandkvæði í túlkun. Í öðru lagi leggjur nefndin til breytingu á 3. málsgrein þannig að gert sé ráð fyrir þeim aðgerðum beitingu vopnavalds sem Ísland skuldbundið af samkvæmt þjóðarétti. Og í þessu sambandi þá vísa ég til áhugna nefndarinnar sem ég gerði grein fyrir hér á síðasta ráðsfundi hvað hugtaki hernaðaraðgerði varðar. Eins og þá var bent á, þá felst í því annars vegar að geti verið að ræða átök milli tveggja ríkja eða fleiri, þar sem vopnbeiting á sér stað. Og hins vegar að geti verið að ræða átök milli tveggja eða fleiri, stríðandi fylkinga innan eins ríkis eða yfir ríkja landamæri. Þá gerði ég einnig grein fyrir því á síðasta fundi að okkur hafði borist ábendingar frá fræðimanni sem réði frá því að notast væri hugtakið hernaðaraðgerðir.